Verið velkomin í þriðja þátt Temjum tæknina. Ég heiti Magnús Mári og í dag skoðum við hraðaþróun gervigreindar með stórkostlegum gesti, Dr. Ara Kristni Jónsssyni. Ari frumkvöðull í tækniþróun, menntun og nýsköpun með áratuga reynslu af því að móta framtíðina. Hann lauk doktorsprófi í tölvunarfræði frá Stanford Háskóla árið 1997 með sérhæfingu í gervigreind. Hann starfaði síðan hjá NASA, var rektor háskólans í Reykjavík árabil og hefur einstakt sjónarhorn á það umbreytingarafl sem knýr fjórðu iðnbyltinguna. Í þættinum ræðum við meðal annars hvað gervigreind og hvernig tæknin að móta samfélagið, hvaða áskoranir og tækifæri birtast okkur í menntun og nýsköpun, en hvað drífur Ara áfram í þessu öllu saman og hvaða innsýn getur hann gefið okkur í framtíðina. Við skulum komast að því. Komdu sæll, Ari. Dr. Ari Kristinn Jónsson. Góðan daginn. Góðan daginn. Velkomin í þáttinn Temjum tæknina. Það sem við erum að ræða svona málefni sem að tengjast gervigreind, og það nú kannski ekki margir á Íslandi sem að kannski hafa jafn langan og farsalan feril í tengslum við þessa tækni. Þannig að bara takk kærlega fyrir að koma og spjalla. Við ætlum nú bara svona að byrja þetta á einhverju svona, kannski aðeins bara finna hvernig við nálgumst þetta viðfangsefni. Þetta náttúrulega svo vítt og breitt og síðan þetta nýja. Og ég hef verið að leggja það til hérna innan Háskólans á Akureyri. Við þurfum að fara að auka orðaforðan okkar, að fara að nýta fleiri orð yfir þessa tækni heldur en einfaldlega gervigreind, vegna þess að það svona kannski keimlíkt í að segja, já, við notum internetið. En þú ferð þarna, ert í Bandaríkjunum, tekur doktorsgráðu 97, það ekki, í Stanford Háskóla? Jú, það passar. Og þannig að já, ég búin að eiga mjög langan feril í þessu og í gervigreindafaginu og feril sem reyndar, ég byrjaði að leggja þetta fyrir mig 91 þegar ég hóf nám þarna, og á þeim tímapunkti var þetta nú ekki heitasta fagið í tölvunarfræðinni. Þetta þótti frekar svona undarlegt viðfangsefni. Það voru önnur fög sem voru miklu stærri og miklu nær því sem var að vera að gerast í iðnaðinum, samskipti, tölvugrafík og slíkir hlutir þóttu miklu flottara á þeim tíma. En gervigreindin heillaði mig, og þetta svona hugmynd að þróa tækni sem gerir tölvunum kleift að leysa vandamál sem ekki augljóst að þeir geta leyst, og við horfum oft til þess að við mannfólkið séum betri að leysa heldur en tölvur, og það nú það sem þetta þróun þessar fræðigreina hefur snúist En vegna þess að hún snýst allt sem að viðkemur því sem svona tengist í svona mannlegri hegðun og mannlegri grein, að þá verður það einmitt svo viðfönd þetta svið að það nú stundum erfitt að ná utan um þetta og ákveða hvenær maður að tala um hvað. Þannig að ég tek 100% undir með þér að við þurfum að auka orðaforðan og verða svolítið nákvæmir í því hvað við erum að tala um. Þegar við erum að tala um hina og þessa tækni. Ekki síst núna í dag, því að það sem hefur breyst svo gríðarlega frá því ég lagði þetta fyrir mig og vann síðan í 10 ára þróun gervigreindtækni út í Bandaríkjunum eftir námið, að nú þetta orðið bara hluta því sem allir tala um. Það hefur hver sem aðgengi af tækni sem bara mjög framalega, og þegar maður heyrir fólk tala um að gervigreindin gerir þetta og gervigreindin gerir hitt, þá fær maður svona smá svona hroll að mann langar svo að leiðrétta stundum, og þessna það skiptir svo miklu máli til þess að við getum nýtt okkur tæknin sem best, að við skiljum hvað hún getur og hvað hún getur ekki. Akkúrat. Það nefnilega bara það sem ég var að tala um hérna í morgun. Við vorum með svona smá vinnustofu, þar sem ég var bara að reyna að fara svona í grunninn að skapa hérna svona sameiginlegan skilning
með fólkinu sem starfar hérna kennslumiðstöð, sem nú svona fólk sem með svona yfir meðalagi og mjög góða stafræna færni og við vorum alveg sammála akkurat þessu að við þyrftum að vanda okkur, vera með nákvæmari hugtök og líka að hvað maður að segja, til þess að geta leiðbeinta þá að við þurfum líka að horfast í augu við þær áskoranir sem að svona þessi tækni er að kalla yfir okkur. Ef við ætlum að nýta tækifærin, að þá verðum við að geta þora að horfast í augu við erfiðar áskoranir sem af þessu fylgja, af því að þetta er einhvern veginn svona valdamikill svona ringulreið einhvern veginn í samfélaginu. Það er allir að stökkva til og nota gervigreind og hún á að leysa öll mál og ég hef svona mynd af boxara sem að liggur í dúknum rotaður og stendur fyrir hann, ég notaði bara tjattið svona ef það varst að treysta of mikið á þetta til að læra eitthvað en svo er ég með aðra mynd af borg sem er svona dreki búin að leggja í rúst og það stendur fyrir hann við notuðum bara tjattið en Já, það er algjört lykilatriði og bæði það að við erum með rétta tungutækið og nota orð sem að svona lýsa hlutum betur og það er sko bara svo að sé alveg skýrt, það er ekkert íslenskan sem að er í sjálfu sér að valda vandræðum þar. Við heyrum það í fréttum á ensku og öðrum tungumálum að það verið að kenna hluti við gervigreindina og segja tölvustjórna greindar og geti hitt og þetta án þess að sé nægur skilningur á bakvið hvað raunverulega er að gerast þarna. Og þetta er ekki, ég segi þetta ekki til að sko draga úr því hvað tæknin er áhugaverð, því að þessi geta sem við höfum í dag og það sem við þróaðu síðustu áratug og áratugum þar á undan í þessu svona ef við tölum með viðfæma fæði gervigreind, að það er ótrúlegur árangur sem hefur náðst í þessari þróun og þetta er frábær tækni sem hefur verið þróuð. En hún er tækni, hún hefur ákveðna getu, hún er ákveðna hluti þar sem eru veikleikar og lykillinn að því að geta hagnýtt hana raunverulega í okkar samfélagi og hvort sem það er í viðskiptum og stjórnun eða okkur til skemmtunar, að við skiljum hvað hún er að gera og hvað hún getur ekki. Þetta er bara eins og þegar að flugsamgöngur hefjast. Það þýðir ekki að horfa á flugvélar sem einhver töfratæki sem að bara fljúga loftin blá einhvern veginn að sjálfstað. Það eru bara tól og tæki, gera óbúslega mikið fyrir okkur, ekki síst fyrir okkur á eyju út í Atlantshafi, en einmitt þegar við skiljum það betur, þá getum við notað það betur og það sama gildir þessa tækni sem við höfum aðgengi í dag, getum chatið og allt þetta. Því betur sem við skiljum hvað hún getur og hvað hún getur ekki, hvað hún raunverulega gera, því betur getum við að hagnýta hana og án þess að lenda í þeim ógöngum sem annars gætum lent í ef við skiljum ekki hvað hún raunverulega gera. Já, alveg bara þetta er frábært að heyra þið segja þetta passar svona inn á þá vegferð sem við erum að vinna hérna og ég var með námskeið í gangi núna sem að ég var líka að sýna sko, ég held að fólk þurfi líka bara að prófa og sjá eins og með þessa hlutdrægni í reiknirittónum að ef þú spyrð til dæmis bara, já ég er búin að spyrja allir flest stóru módelin sko íslenska fótboltalandslið og þá svarar það eingöngu karlalandslið og svo spyr ég, af hverju spurði ég karlalandslið? Nei, fyrirgefðu, ég hefði náttúrulega átt að minnast á það að þú veist, þessi líka misskilningur á þessum þegar verið að tala siðferðismál og annað, þú veist, það er verið að tala þessa sögulegu hlutdrægni sem að birtist í þjálfunargögnunum sem að þetta er að nota og þetta er ekki bara eitthvað svona töfrakassi og þess vegna þetta fólk kannski upplifir stundu þegar að byrja á þessu að það bara hefur heiminn höndum tekið en aftur á móti sko held ég að þegar við horfumst í augu við áskoranirnar og þekkjum takmarkanirnar og eins og ég líka sagt að við eigum ekkert endilega að horfa á þessi risa mállíkörn sem einhvern endapunkt vegna þess að þegar ég byrja og það sem að kannski er áhugavert að fá að tala við þig vegna þess að ég er náttúrulega að koma inn í þetta rétt fertugt að byrja að stúdera gervigreind og svona tölvur og tækni og vísindi hafa alltaf verið mjög áhugaverð og að
ég fer í þetta námskeið þarna úti við Oxford og hitti þar Ajit og þeirra vegferð sem að þeir eru að leggja í mikli sérfræðingar að þeir segja að við ætlum að kenna fólki sem hefur ekki tölvufræði bakgrunn eða hugbúnaðarþróunar bakgrunn að valdefla þennan hóp sem hefur einhverju svona þekkingu á félagsvísindum eða hugvísindum eða einhverju slíku að þau geti verið að nýta þessa tækni til þess að búa til dæmis bara vélnámsmódel eða machine learning módel eða forrit eða eitthvað slíkt og það sem ég fundið bara að sko fyrsta lagi náttúrulega bara hvað maður vissi lítið og veit lítið en hvað þetta valdeflir mann mikið í að geta búið til verkfæri og lausnir sem bara áður fyrir voru óhugsandi fyrir mann sko. Algjörlega og þetta hefur svo mörgu leyti verið alltaf draumurinn hjá okkur í tölvunarfræðinni bara að gera þetta aðgengilega, að minnstu kosti mín megin. Það eru þetta einhver staðar einhverjir sem vilja halda þessu út af fyrir sig og ekki hleypa þeim sem ekki eru innvígðir í tölvunarfræði regluna inn í helgidóminn. En bara vegna þess hvað tölvutækni breytir miklu, hún þegar búin að standa einni byltingu og á fullu við að gera innbyltingu númer 4 þannig að á endanum mun hún eiga sennilega allavega helmingin af öllum innbyltingum sem við förum í gegnum ef ekki meira þannig að sko þetta svo stór hluti af öllu samfélaginu, svo stór hluti af því sem að keyrir heiminn áfram og mun gera í framtíðinni að þetta þarf að vera eitthvað sem eins aðgengilegt öllum eins og hægt við munum eftir því bara á sínum tíma þegar að sko notendaviðmót allavega ég man eftir því þegar notendaviðmót og tölvur eru fyrsta skipti þannig að manneskjur sem ekki höfðu fengið alveg sérstaka þjálfun gátu bara að nota tölvur bara þannig að vera hægt að nota þetta svona á eðlislægan hátt okkur finnst það sjálfsagt í dag það var ekki á þeim tíma sem ég byrjaði þá þurftur að kunna alls konar skipanir og hluti til að láta tölvuna gera hitt og þetta í staðinn fyrir að geta bara fært hluti til og opna það sem vilt og gert bara svona það sem að kemur þér fyrst í hugan og gervigreind þessi tækni og öll í kringum gervigreindina og lærdómurinn hún gera og kleift líka að gera þessa tækni aðgengilega öllum sem vilja nota hana en til þess þarf einmitt að setja tæknir í réttan pakka það þarf að gefa fólkin tólunum tækin til að þið geti skilið svona hver grunnurinn þarna á bakvið þannig að þið nýtt þetta og þá aftur opnum upp á það að fólk geti nýtt sér þetta á öllum sviðum samfélagsins til að gera hluti betur, til að spara sér tíma, til að finna svör á styttri tíma, til að leysa alls konar viðfangsefni. En ég get ekki undirstrikað það nógu oft að það er lykilatriði að skilja hvað þessi tækni getur ekki. Annars lendum við annars er alltaf hættan á því að við förum á trúinni úr hófi fram og maður er búin að sjá fjölmörg dæmi þess þegar tæknin hjá chat og öðrum skildmennum bregst herfilega en það lítur ekki út frá það er svo trúanlegt það sem hún segir maður trúir því alltaf öllu sem nýju neti þannig að það er bara það er skáldskapurinn, það er hlutdrægnin það eru ýmsir fleiri hlutir sem komið til en allir þessi hlutir eiga sem mjög eðlilega skýringu ef maður skilur í grunninn hvað þessi tækni gerir og það sem að þarf alltaf að hafa í huga er að svona þessi samtalstækni, þessi chattækni hún byggir á því að safna gríðarlegu magni gögnum sem að hafa verið sem eru allur texti sem hefur skrifað allar myndir sem eru gerðar og allt svo framvegis nota það síðan til að búa til líkan sem að tæknin notar síðan til að setja saman það svar þau viðbrögð skila því sem að óskaðir eftir sem hún telur líklegast að sé það sem óskaðir eftir og leið að maður
horfir á þetta orð líklegast, að þá það að nota þá hluti sem oftast koma fyrir í gögnunum. Og bara því þú nefnir karlalandsliðið versus kvennalandsliðið, sem við á Íslandi bara dáumst jafn mikið að báðum liðum, en það bæði hafa staðið sig alveg feikilega vel í gegnum tíðina og frábært að sjá. En allar fréttir erlendis hafa fyrst og fremst verið að karlalandsliðinu. Þannig að þegar að tæknin horfir á hvað líklegast að hann vilji heyra, og þá sér hún bara það, hvað hefur komið oftast fyrir, og ég ætla að pikka það fyrst. Og það útskýrir svo óbúðslega mikið af þessari hlutdrægni. Þannig að það dugar ekki heldur til að bara að reyna að kenna tækninni að hafa jafnrétti í háhugum. Það þarf einhvern veginn að fá hana til að stíga út úr þessu að taka alltaf vinsælustu. Ég meina, ef þú spyrð hann bíómyndir, hún mun segja þér allt vinsælustu bíómyndir, það sem mest fjallað og svo framvegis. Og leið að maður áttar sig á því að þetta alltaf spurningin hvað kemur oftast fyrir og hvað það sem þú vilt líklegast heyra, að þá fyrir maður að skilja hvers vegna hún svona hlutdræg, hvers vegna svarar hún alltaf með þessum spurningum svona með því að gefa sér þetta sem karlalandsliðið, að gefa sér að setja eitthvað annað. Og þegar að raunverulega hún rekin á gat, ég hef ekki fengið ChatGPT til að segja raunverulega, ég veit það ekki. Hún skálda bara í eðlur, alveg vinstri hægri. En þar aftur, hún finnur bara það líklegasta, ég vil þú sé ólíkleg, og segir þér það. Ég vil þú sé ósatt. Ég held ég hef einu sinni fengið, ég held að Claude frá Anthropic hafi einhvern tíðan sagt, komið með einhvern svona fyrirvara, þú voru að passa þig á þessu að vegna þess að ég gæti haft rangt fyrir mér, eða ég gæti verið að hallucinata, ég gæti verið að hafa off-skynjanir og og þetta nefnilega það sem að mér finnst svo skorta oft inn á þetta vegna þess að mér finnst umræðan þessi djúp þjálfuðu tauganett sem að liggja að baki þessum risamolíkonum, og ég á eftir að finna íslensku orð yfir diffusion model sem að búa til myndir og annað og vídeo og að ef maður áttar sig ekki akkurat á þessu hvernig þetta virkar aðeins í grunninn, að þá oft verður umræðan svona hvít eða svört, annarkvort þetta bara frábært himinhöndum tekið og allt svona, eða þá bara þetta bull og þetta bara hættulegt en kannski sannleikurinn þarna einhvers staðar inn á milli á þessu gráa svæði sem að svona oft það sem að það sem okkar svona samfélag lifir oftast á Já, við gerum það og þetta alveg hárrétt hjá þér þetta er ekki töframeðal tæknin, hún getur ekki gert allt fyrir okkur. En hún getur gert fullt af góðu gagni. Við þurfum bara að lifa með því að þetta grátt svæði. Þetta ekki alveg himin eða helvíti. Þetta einhvers staðar á milli. Og lykillinn að skilja tæknina betur og halda fram að þróa hana. Þannig að hún geti átt við þessa veikleika. Og einmitt þetta með þessar off-skynjanir og þegar bara skáldað í grunninn þegar að tæknin að svara spurningum, að þá bara nota öll þessi gögn sem að hún hefur séð til þess að finna út hvað næsta orð eða næsta setning eða næsti hlutur sem að gæti passa þarna inn í. Og það gerir það að verkum að þegar að það hreinlega bara vantar eitthvað, að þá fundið það sem líklegast í því samhengi, svona í breiðara samhengi og fara að setja það inn. Og ég mjög skemmtileg dæmi, maður þarf að finna svolítið sjaldgæfa hluti, en ég hef spurt til dæmis mjög sjaldgæfar flugvélategundir, kannski byggð 1 eða 2 eintök af því, það var 1920 og eitthvað. Og ég hef fengið tilbaka frá hinum ýmsustu líkönum blaðsíðu þessa flugvél sem hún greinilega átt að segja að hefur verið til, það sem að henni ranglýst, hún sett inn í rangan áratug, en það ekki nóg með þetta sé bara uppdiktuð flugvél sem að chat að segja mig frá.
hún nefnir flugfélög sem hafi keypt hana og útskýrir við sig af hverju þeir hættu að nota hana og ekki neitt af þessu satt. En ef þú horfir á setningabrotin, þá þetta allt setningabrot sem koma mikið fyrir í þessu samhengi. Það kemur mikið fyrir í þessu samhengi að flugfélag hafi keypt eitthvað. Það kemur mikið fyrir í þessu samhengi að flugfélag hafi hætt að nota einhverja tegunda því að betri tegundur koma á markaðinn og svo framvegis. Þannig að svari var bara búið til úr því sem að var oftast að sjá í svona svipuðu samhengi og niðurstaðan var alveg ótrúlega trúanlegur skáldskapur þar sem ekki stóð steinn yfir steini. Og það svona kjarninn í því held ég að við skiljum tæknina hvenær við getum notað hana og hvenær við getum ekki notað hana að skilja þessa veikleika og hvernig við getum minni í kringu þá, hvernig við getum varast á og hvernig við getum komið veg fyrir að þau hafa áhrif í svona okkar venjulega lífi. Já, og við deilum þessum áhuga sko, því ég hef mitt spurt hann út í sko, að því vinur minn hann fiskifræðingur og hann við vorum að spyrja hann út í sko einlend, eða endemic species á Íslandi og þetta bara, og það í raun og veru ekki sko vísindalegur konsensus alveg hvað þetta en við vorum svona byggðum þetta út frá því að þetta væri kannski helst einhver Þingvalla marfló og Íslands marfló og svo Birkihrísla einhver en það var alveg stórkostleg svörin sem að koma því að hún mitt bjó bara til dýr sko, tröllamús og latnesk heiti og allt saman sko. Þannig að þetta alveg magnað, en ég hef líka sagt sko við að því mér gaman á minnist á flugið að því mér flug og náttúrulega NASA og geimferðin mér langar kannski að spyrja aðeins út í það allir bara nýta tækifærið og CRM og náttúrulega sko sjálfvirkni í flugi og bara áhrif sjálfvirkni og CRM, Crew Resource Management á öryggi í flugi sem náttúrulega af einhverjum hluta kemur frá vinnu NASA og þá geimferðaráætluninni og tungferðunum og öllu þessu að við sjáum að sjálfvirkni eykur öryggi og hlutverk mannsins í flugstjórnar hlutverkinu eða flugmanns hlutverkinu breytist. Að þetta verður meira þú ert að vinna með flóknukerfi og svo erum við allt í einu farin að sjá þetta koma yfir í sko greinar núna með þessum risamolíkonum sem að áður voru kannski svona pínu ónæmar fyrir sjálfvirknivæðingu eða einhvers konar samstarfi við stafræna þjónustu eins og risamolíkon, það vorum að tala um lögfræði og heimspeki og ritlist og eitthvað svona sem að kannski að koma og munurinn kannski sá að þegar þú ert að byrja í kringu 91 og ég vísa oft í greinina sem hann Jörgen Pind skrifar 82 og að því ég var svo heppinn þegar ég byrja í tölvum þá þurfti ég að nota DOS þannig ég þurfti að nota command line sko að þið þú og þessir svona frumkvölar, þið fáið bara að vera svolítið svona einir í ykkar horni að stúdera þetta og engin skildi í jólabúðum þegar voru að tala um gervigreind. Já, það var ég held að einhverjum tímapunkti hafa nú fólk hreinlega lært bara að nefna ekki raunverulega viðfangsefni mitt á nafn og bjóða mér upp í dans með að tala um það, gervigreindina. Þau stýrðu frekar umræðunni yfir í eitthvað sem að NASA væri að gera og einhver verkefni þar svona eins og skoða Mars eða sinna alþjóðlegu geimstöðinni. Miklu meiri áhuga á því heldur nokkuð tíma því sem að var sko bæið sjálft sem ég var að vinna. En sko þegar ég kem inn í gervigreindina þá hún svona í ákveðinni krísu. Hún raun og veru sett fram 1950 eitthvað. Þessi hugmynd að gervigreind bara því að þá tölvur að verða svona almennilega til og komast í notkun í samfélaginu og fólk sá fyrir sér að þarna væri bara hægt að smíða forrit sem myndi gera allt sem að mannshugurinn geti gert og þetta bara spurning um tíma. Síðan kemur þetta í ljós að þetta miklu flóknara heldur en fólk heldur og það verður svona ákveðin lægð í áhuganum á gervigreind. Ég svo heppinn að koma inn þegar að það búið að ýta til hliðar svona
ákveðnum hlutum sem ekki voru að virka. Og nú bara verið að horfa á þetta sem praktískt fag. Það sem bara spurt, sko, hvernig getum við nýtt tölvutæknina til þess að vera að leysa viðfangsefni og vandamál sem eru gríðarlega flókin. Annarkvort svo stóra flókin að mannfólki miklu betri heldur en tölvur. Eða mannfólki í vandræðum geti nýtt sér hjálp frá tölvunum. Þannig að fagið sem ég var að fást við á þessum tíma var sjálfvirk ákvarðanataka, sem þú þarft að hafa einhverja mynd að því hvernig heimurinn virkar, skilja hverjar afleiðingar aðgerða eru, hvað þú hefur að resursum og aðföngum og svo framvegis, og út frá því að taka ákvarðanir hvað sé rétt að gera á hverjum tíma. Og það er svona sem við prófum þess að tækni til að hjálpa til við að stýra geimförum og róbótum og þeir slíku. En það er svipum tíma sem að sko, tölvu getan líka verið þannig að tauganetin sem eru þetta sem bak við þessi stóru mállíkön og allt þetta sem í dag, að þau eru farin að geta gert hluti sem þau gátu gert áður. Og þegar að þetta tvennt fer saman, að horfa á þetta praktískt, ekki að reyna einhvern veginn að búa til nýja útgáfu af mannsheilanum, heldur bara, hér tölvutækni, hér tölvureikning geta. Ef við setjum þetta saman á snjallan hátt, hvað getum við fengið tæknin til að gera? Og það að segja stans og ég held að í öllum tilfellum hafi ekki haft hugmynd hvert það myndi leiða. Það var bara, ok, próf þetta. Við dælum öllum þessum gögnum inn í tölvuna og spyrjum hana síðan einhverju. Það gerist. Já. Og það er sú aðferðafræði sem hefur hjálpað gervigrindinni á þessu fagi, svo mikið að komast á þennan stað sem hún í dag, að við erum að leita að tólum og tækjum sem gera tölvunum kleift að starfa betur með okkur, gera hluti betur með okkur og vera svona meira á svipuðu plani og við fólki erum, sem gera það auðveldara að vinna með tölvunum, og þær geta gert miklu meira fyrir okkur. Það geta aðstoðað okkur, það geta stokkið inn og veitt ráðreikingar, það geta svarað spurningum, það geta skapað fyrir okkur, það geta búið til glæru fyrir okkur, það geta gert alla mögulega hluti fyrir okkur. Og það bara þetta praktíska, við erum ekki að reyna að búa til eitthvað sem eins og mannsheilinn, við erum búið til eitthvað sem getur unnið, getur fært tölvutæknina upp á aðeins hærra plan og unnið nær mannfólkinu. Og þannig langar mig að hugsa þetta, þegar við horfum til þess hvernig við ætlum að nýta gervigreind til framtíðar. Þannig komið tólutæki sem við getum unnið með á miklu náttúrulegri hátt, heldur við höfum að vinna með summa þessari eldri tækni sem við erum vön að vinna með. Já, það er bara gaman að heyra þitt segja þetta vegna þess að ég deili þessum skoðunum að mér finnst þessi akkurat þetta markmið og þegar við erum að tala einhvers konar almenna gervigreind, AGI, Singularity, mér finnst þetta eitthvað svona pínu sci-fi orðræða og einhvern veginn finnst mann þegar maður hlustar á þessa svona sem eru kannski fremstir á þessu svona sviði sem eru mjög sýnilegir eins og Jan LeCun og fleiri sem eru að tala að þessi tækni sem við erum að glíma við í dag, þessi risa mállíkön eða stór mállíkön, þau ekki tæknin sem að munu færa okkur gervigreind sem að mun finnast gaman að tefla við okkur sko. Hún mun fara, vélnámið hefur gert og tauganettin eins og Stockfish sem 3800 elóstig, hún rústar öllum í skák en hún skemmti sér ekkert við það sko. Hún bara rústar manni. Og það kannski svona pínu líka áhyggjuefni þegar við erum að tala þetta eins og í tengslu við öryggismál og annað, að ef þú leggur eitthvað verkefni fyrir þetta að treysta þessu eins og nýju neti mitt að það leysir bara vandamáli algjörlega sneitt af öllum tilfinningum þó að það sýnir tilfinningagreind vegna þess að það bara búið að lesa svo ofboðslega mikið að texta sem að fjallar okkur mannin, af því að það nú eitthvað sem okkur hefur þótt gaman frá okkur lærðum að skrifa fyrst, það að skrifa okkur sjálf að öryggismál og notkun á þessum búnaði náttúrulega bara mér finnst það alveg rosalega svona ógnvekjandi að hugsa til þess að þessi tækni sem svona ofboðslega öflug sé notuð í
slæmum tilgangi vegna þess að hún getur náttúrulega verið hrikalega öflug þar og það náttúrulega búið að tala til dæmis hvernig Kínverjar hafa verið að nota open source sem sagt hvernig þessi kínversku fyrirtæki hafa verið að nota open source á sín módel, þannig að allir hafa aðgang að þeim en aftur á móti náttúrulega Meta, Facebook að gera það sömuleiðis og þó ætlum kannski ekki að fara nú eitthvað svona viðkvæm svið alþjóðar samskipta en þá náttúrulega þetta líka kannski einhver svona stór alþjóðamál sem að þessi tækni er að valda svona mikilli spennu reynilega á alþjóðavettvangi. Er það ofmat eða? Þetta það er ekki spurningin eins og öll tækni sem við höfum þróað, það hægt að misnota hana og það er þegar verið að nota gervigreind sem að óprúfnir aðilar hafa aðgengi að hvort sem kaupa sér þessa þjónustu eða nota opnar útgáfur og svo framvegis. En til dæmis í tölvu öryggismálum og þá sérstaklega í þeim málum þar sem verður að reyna að plata fólk til að veita aðgengi að kerfum eða veita upplýsingar eða fjárhagsupplýsingar og svo framvegis að það hefur tekið þvílíkum framförum eftir að fórum það gervigreindina það er orðið óhugnanlegt. Það er ekki bara það að textarnir í syndpóstanum eru orðið mjög góður og íslensku líka heldur að það er raunverulega hægt að eiga í samskiptum í rauntíma. Fólk hefur verið platað með því að það séu símtöl. Og klóna röddina. Sem þau eiga við. Það er búið að klóna rödd og það verið að svara jafnóðum. Með eðlilegum svörum og með eðlilegum viðbrögðum bara vegna þess að gervigreindin er þarna á bakvið þessi tækni. Þannig að það er alltaf og verður alltaf fólk sem að misnota svona tækni. Auðvitað var það sama sem hefur gerst með aðra tækni, til dæmis eins og þegar að öllum var gefið aðgengi að internetinu, þar sem hver sem er gat tengt tölvu við það. Eitt af því sem að gerist upp úr því voru árásir, hakkarárásir. Og það þessi tækni sem gerur okkur kleift að tengja saman næstu í hvaða 2 tölvur sem í heiminum opnaði dyrnar fyrir það óbrotnir aðalega að nota þessi tækni til að láta monta sér leiða. En ég held að heilt yfir hafa hún skilað okkur ávinningi, internetið og öll samskiptatæknin í kringu það. Og ég held að sama sé staðan með gervigreindina. Hún skili ábata sem er stórkostlegur. En það er alltaf hættan og það er fólk þarna úti sem að notar þessa tækni til að láta stæmta sér leiða. Við erum ekki að slappa bara að sjá þetta svolítið í tölvuöryggismálum núna. En það er alveg hægt að ímynda sér svona önnur viðfangsefni sem eru stærri og alvarlegri. Eins og þegar bara fyrir að hafa áhrif á líf og heilsu okkar í þessu. Og þá er það okkar, bara eins og við höfum prófað allavega upp að vissumarki svona sæmilega vel, er að gera þær öryggisaðstæður sem þarf til þess að koma í veg fyrir að óbrotnir aðilar geti komist inn á stöðum og inn á staði og inn í tól og tæki sem að raunverulega varða líf og heilsu okkar. Við viljum ekki geti brotist inn í flugvélar eða bíla eða heilbrigðisstofnanir eða bankan okkar og svo framvegis. Undanskilið í öllu þessu er alltaf mjög erfið umræða sem að er gervigreind og vopn. Sem að er í grundvallaratriðum í mínum huga bara hreinlega siðferðisleg umræða, svona af svipuðum toga eins og beitingu kjarnorkuvopna. Það er ofsalega stórt skref að taka að fara þangað og eitthvað sem að bara alþjóðleg samvinna og alþjóðlega reglugerðir verða ná utanum, rétt eins og við gerðum í kringum kjarnavopni á sínum tíma. Já, og ég held nefnilega að þetta sé
akkurat að þú veist, þetta kannski veitir fólki líka aðeins svona skilning á umfangi og breidd þessara tækna því að Andrew Ng hefur nú lýst þessu og ég hef tekið það upp sem almenn tækni vegna þess að þú getur gert eitthvað sniðugt með þessu, búið til skemmtilega myndir og ljóð og jafnvel hjálpa þér að læra nýja hluti og gera eitthvað frábært yfir í það að stýra flokknum vopnakerfum og raun og veru gera ómældan skaða annarkvort þá í netglæpum eða þá í glæpum eða þá í sko voðaverkum sem í raun og veru stýrt af þessu sprengjur eða einhver vopnakerfi. Þetta alveg þessi öryggisumræða og siðferðisumræða gríðarlega stór og maður svona pínu að svona hvað bara velta vöngum yfir því að horfa að þetta aðeins í sambandi við vegna þess að ég einhvern veginn svona eftir þessi 16 ár sem viðbragðsaðila þá reynir maður oft að leysa svona þær áskoranir sem eru fyrir framan mann og svo horfir maður á baksýnisspegilinn hvernig hefur gengið og eitthvað og maður horfir aðeins til dæmis á það að vísindamenn hafa bent á í áratugi að við erum að glíma hérna við gríðarlega stórar áskoranir af hnattrænni hlýnun. Það eru loftslagsbreytingar sem ekki ástæðan fyrir því að við komumst ekki á skíði hérna á Akureyri í vetur, það bara eitthvað svona tölfræðilegt þetta eitthvað svona outlier þessi vetur hérna en vísindamenn hafa bent á þetta bara og það er búið að halda ráðstefnur og fundi út allan heim og fljúga fólki sko fótspor loftslagsmála gríðarlega stórt en svo sér maður hvað þetta virðist vera ofboðslega flókið þegar málin eru svona stór og víðtæk eins og loftslagsmál og svo horfir maður einhvern veginn upp á það að alltaf að nota á að reyna það sama með þessa tækni, þú veist, verða þetta bara endalausir fundir þar sem kvittað undir skjöl og þar sem samþykkt að já, við erum öll sammála með þetta sé slæmt og við þurfum að gera eitthvað í því en þetta kannski svona svolítið svartsýnt en Já, sko, ein leið til að tækla viðfangsefni af festu einmitt að vera búin að gera sig grein fyrir því hver eru svona verstu útkomunnar. Ég verð að játa að ég er svona bjartsýnni þegar kemur ekki að reglurhendinni. Ég held að verði að það sé ekki langt í það, bara vegna þess hvað tæknin þróast hratt og vegna þess hvað það er svona ákveðið óöryggi í heiminum í dag. Að það sé ekki mjög langt í það að fólk fara að festa niður takmarkanir og svona reglur hvernig, hvað má og hvað má ekki. Ég held að það sem að viðfangsefnin í dag ennþá svolítið svona persónuvernd, það svolítið svona innan gæsalappi í mýkri málum og þar eru bara ákveðnir hópar og ákveðnir aðilar, þar með talið stóru tæknifyrirtækin sem vilja ekkert sjá mig svona neina svona soft, svona mjúkar reglur sem að komi veg fyrir þær geta náðu í öll gögn í heiminum og nota það til að kenna gervigreindinni. En ég held leið og maður finnur það alveg leið og það tekið skrefinu lengra að það verða horfa til þess að setja takmarkanir á notkun tækninnar bara þegar varðar öryggi okkar mannkynsins og einstaklingarna í bara líf og heilsu að þá verður miklu fljótar stigið inn og við sjáum það að til dæmis við höfum ekki fengið neina holskeflu yfirlýsinga frá þessum stóru tæknifyrirtækjum til að vera sjálfkeyrandi bílum að nú eigi allt í einu að fara að gefa eftir einhverjar öryggisreglur. En þau vil ekki sjá persónuvernd á gögnunum þínum, en þau eru alveg til í að reyna að passa upp á það að sé ekki keyrt mikið yfir gangandi vegfarendur. Já. Þannig að það eru svona munur þessum hlutum og ég held að þeirra komi að þessum öryggismálum og sjálfvirkum faratækjum og sjálfstýrðum hlutum að þá verði eiginlega allir í sama bát, en þess að það geta allir orðið fyrir barðin á því. Það er engin einstefna í þessu. Þannig ég er nokkuð bjartsýnn þegar það kemur að því að þá verði setta reglur og alþjóðlega samfélagi muni passa på það að við séum ekki með gervigreind sem að geti allt í einu ákveðið bara að gera eitthvað hræðilegt.
ég held að baráttan persónuverndina verði að eilífu slagsmál og ég var hræddur að fólk sjái það á svipaðan hátt eins og loftslagsmálin. Þetta óáþreifanlegt, þetta svona míkra og þetta einhvern veginn, ég svona sé ekki alveg út á gluggan hjá mér. Nei. Og eins og réttilega bendir á, það ekki hægt að sjá út á gluggan hjá sér, bara út á tölfræðinni. Já, akkurat. Að það vanti snjó í Hlíðarfjall, þýðir ekkert að það tíðun hafi valdið því. Nei. Og það miklu erfiðari við eiga. Það þýðir ekki að við eigum að hætta þessi baráttu og við þurfum að halda áfram að halda þessu á lofti. En svona, ég held að þegar kemur ákveðnum mörkum að þá muni bæði ríkisstjórnir og tæknifyrirtæki vera meira en reiðubúin til að segja, gerum mörkin, sammælumstu það, við ferum ekki lengra. Já, ég verð bara ekki, þetta bara ótrúlega flott sín inn í þetta vegna þess að ég var ekki eiginlega búin að átta mig á þessari tengingu því ég verið að fylgjast eins og með robotónum og einmitt sjálfkeyrandi bílunum og öllu svona, en akkurat, það er náttúrulega miklu auðveldara fyrir löggjafarvaldið og framkvæmdarvaldið og annað að setja mörk þegar þetta akkurat komið úr þessu ósýnilega stafræna umhverfi öllu saman yfir það að vera bara, hérna sjálfkeyrandi bíl, þá getur það, hingað ekki lengra, sko. Eða ef ykkur flyttur inn robot, þá bara, nei, þú mátt ekki fara með þennan robot með þér í kringluna, sko. Þannig að, jú, það er frábært. En þetta er alveg ótrúlega merkilegt og það er líka svo, það sem ég finnst svo rosalega áhugavert við þetta og einhvern veginn svona heiður að fá að vera þáttakandi í að því að ég er rosalegur áhugamaður svona kerfi og hvernig svona samvinna hefur leitt til framfara og annað og þá horfum maður og hef ég hort mikið til geimferðakapphlaupsins sem að í raun og veru leggur grunninn að svo miklu meira heldur en við kannski áttum okkur á því að margir sjá geimferðirnar og Mars-jeppana og þetta allt saman en það sem mér hefur, mission control hefur verið mitt helsta áhugasvið og raun og fylgja þeim frá Mercury þegar eru í hjólhýsunum í Flórida og það springur allt í loft upp og þá talaði þýsku yfir það að mynda svona vanda samskiptin og síðan gerist náttúrulega þessi eldur þarna í Apollo 1 og hvernig raun og þeir svona þjappast einhvern veginn saman í kringum svona kúltúr sem að leiði til þess að það nást alveg gríðarlega framfarir sem að síðan hafa alveg ótrúlega víðtæk áhrif út í alla tækni og allt og eiginlega ótrúlega að hugsa til þess að öll, ekki öll, heldur svona langstærstur hluti framfara í tækni hefur verið keyrður áfram af einhverjum ríkjum stjórnvöldum síðan taka einkafyrirtækin þetta upp og þróa og gera notendavænna og annað slíkt en þú kemur inn í þennan kúltúr hjá NASA og mér langaði að spyrja ég finnst það stendur ennþá tough and competent einhvers staðar á töflum þarna ekki á neinni töflu sem ég var með en þessi andi er ennþá innan NASA og ég fékk tækifæri til að taka þátt í þróun hugbúnaðar fyrir Mars-jeppana sem að lenda á Mars 2004 og það var, það var akkurat þessi andi og þessi fína lína sem að það þurfti að þræða á milli þess að vera með allra bestu tækni og gera eins mikið eins og hægt og taka sénsa á sama tíma þú væri með kerfin til að stjórna þessu, þú væri með áhættustjórnun, þú væri með viðbragðsáætlanir, þú væri með plana B, C, D og E og F og svo framvegis og það annars vegar akkurat þetta sem að maður þróað mikið þarna á þessum upphafsárum geimferðakapphlaupsins, þetta jafnvægi og hins vegar þetta bara að tilgangurinn er svo mikill og stór í því sem að NASA er að gera að fólk er raunverulega vakið og sofið yfir því sem að það var að fást við og að það að standa í þróun sem hluti af stóru teymi fyrir eitthvað eins og að láta jeppa lenda á Mars og
og síðan að standa í vísindaransóknum á yfirborðinu í langan tíma þannig að allt saman virki. Að þetta bara, sko, það var auðveldara að bara náttúrulega hætta ekki í vinnunni og náttúrulega hætta ekki að hugsa þetta. Þetta var einhvern veginn bara maður lagði bara lífið sitt í þetta. Og það sá andi líka sem ennþá til staðar. Þetta eru svo stór viðfangsefni, þetta svo mikið sem að gera að þetta bara þetta algjörlega heltekur mann þegar maður fær tækifæri til að vinna á svona verkefnum. En þetta að því þú talaðir kerfin, svo ég fara tilbaka í það, þetta alveg ótrúlega áhugavert. Bara, og þetta hefur haft svo víðtæk áhrif í svo margt sem við gerum í dag. Og einmitt þetta jafnvægi að geta þróa hluti áfram, að geta breytt hlutum, að geta innleitt nýja tækni og gert meira heldur en gerum í gær, en á sama tíma að halda stjórninni að þau nógu styrkri til að það endi ekki í einhverjum stórslysum. Og þetta auðvitað að voru auðvelt að fara út fyrir þessa línu og eitt af því sem ennþá var umtalað þegar ég gekk til liðs við NASA var Challenger-slysið. Já. Því að það var svo mikill lærdómur sem var búið að draga því eða átt að vera búið að draga því en síðan líða árin og ef ekki passað ofsalega vel upp á hlutina þá var þetta að láta þetta gerast aftur og Columbia-slysið var í raun og veru bara óþægilega nálægt í nálægt Challenger-slysuna þegar var það ákvarðanatöku og fleira slíkt sem þetta gerist með en ég var að vinna hjá NASA. NASA misti 2 geimför árið 1999. Annað af sko þvílíkum klaufaskap að reyndar bæði að þvílíkum klaufaskap að það eiginlega varlega frásögufærandi en hvort tveggja voru svona næstu því hugbúnaðarvillur og í öðru tilfellinu var að rugla saman sem sagt metrakerfinu og síðan gamla kerfinu og það bara týndist geimfar og það var ákveðið að það myndi aldrei verið að nota neitt annað heldur en metrakerfi en að NASA og það leyti sem ég var að ljúka mínum 10 árum hjá NASA að þá fékk ég upplýsingagjöf nýjar eldflaugar sem verið að þróa sem voru ekki í metrakerfinu. Já. Þannig að þetta einhvern veginn, sko, þú veist, þetta búa til kerfin sem að gera okkur kleift að þróa áfram, taka sénsa og ná árangur eins og koma til tunglsins eða til Mars eða hvert sem án þess að það séu bara allt springi í loft og bara hvoru. Það líka stöðug þróun og það þarf alltaf að vera að viðhalda kerfinu og það eitt af því sem við ættum líka að vera að horfa á þegar við erum í samfélaginu okkar. Þó að við séum búin að koma okkur á einhvern stað þar sem eitthvað virkar mjög fínt. Heimurinn breytist, fólki breytist, alls konar hluti breytast og við þurfum ekki bara að vera að passa okkur að stýra samfélagin og öllum reglunum þannig að þetta getum fært hluti áfram en endum ekki stórslysum. Kerfið sjálft þarf líka verið stöður í þróun. Og það eitt af því sem að gervigreindin virkilega að láta reyna á. Algjörlega og það nefnilega nákvæmlega það sem mér finnst svo magnað að heyra þetta að því að þessi kúltúr sem maður hefur lesið sér til þarna eins og hjá NASA náttúrulega í fyrsta lagi fá þau náttúrulega bara hæfasta fólkið þannig að þú ert með þetta svona þú ert með gríðarlega það er mikil aðsókn í að komast í vinnu þarna og þeir geta valið úr gríðarlegum gæðum og svo það sem einmitt með þessi kerfi og það sem maður horfir upp á og maður svona pínu óttast aðeins núna í tengslu við þessa gervigreind það svona þessi ég kalla einhvers konar svona afsal móralskrar ábyrgðar að þú segir þú felur tölvunni einhver verkefni og hún getur kannski verið frábær í því bara eins og ef þú ætlar að vera með ef þú ætlar að markmiðið þetta bara sigra í skák sama hvað og þá langbest fyrir að nota stokkfish og ekkert að láta neitt mann þvælast fyrir vegna þess að þú veist að rétta ákvörðun þar stokkfish og þú átt ekki vera að hafa einhverja hendur vera að breyta því sem hann velur í skákinni sko.
En það er akkur þetta jafnvægi á milli, sko, hvar þetta á að koma og gagnsæi og líka, sko, hvernig á að útskýra þetta og hvernig á að innleiða þetta eins og sérstaklega í opinberum stofnunum og í, sko, stjórnsýslu ríkisins og einhverju þannig og aftur þá kannski náum við að draga okkur inn á þann stað sem ástæðan starfsins míns og starfsins sem að þú varst í sem rektor Háskólans í Reykjavík að þetta náttúrulega að hafa alveg ofboðslega mikil áhrif á menntun og ég veit, sko, þegar ég kem inn í þetta starf hérna áramótin þá ég náttúrulega bara í nýju starfi og átta mig á því að ég það bara svona liggja við hlustir og vera bara svona spjalla við fólk og heyra og búið að vera ofboðslega svona áhugavert af því að það náttúrulega háskólasamfélagið mjög fjölbreytt og áhugavert en aftur á móti sko þá ekki hægt að reglusetja þetta núna vegna þess að þetta þróast svo hratt það er svo erfitt að alltaf setja einhver boð og bönn og eitthvað slíkt heldur hvernig getum við nálgast þetta þannig að ég ætla kannski að fá að leggja undir þig svona 3 prinsip sem að ég setja hérna vegna þess að mér finnst einhvern veginn að hlutverk háskóla eða fólk fyrir háskóla það til þess að eflast og fræðast og verða öflugri einstaklingar og alveg eins og þegar fyrir rektina þá þetta lyfta miklu þyngdum til þess að örvast til að fá þessa vöðvauppbyggingu að þú þetta glíma við erfið vandamál, þú þetta glíma við flóknar áskoranir og ég búin að spyrja nokkur sem þessar spurninga og ég set stundu fólk á svona læginu af hverju ætlum við að nota risamállíkön og ég segi eina ástæða fyrir því að við ætlum að glíma við ætlum að auka gæði við ætlum að hérna og gæði það fellur alls konar undir það en svo líka við ætlum að glíma við flóknar áskoranir og stærri verkefni og það sem ég finnst svo stærstu tækifærin kannski fyrir háskólasamfélagið liggja í því bæði að fólk sem að hefur mjög sérhæfða og mikla þekkingu á ákveðnum sviðum getur nýtt þessa tækni sér til aðstoðar, alveg eins og þú ert að tala með flugið, þú veist að þessar flugvélar eru ekki til, en einhvern sem veit ekki að þessu flugvélum, að hann alltaf bara, þetta er mögnu flugvél hérna, það er að segja frá þessi jólabóðinu, sko, en það er að sko, og ég vil einhvern veginn sjá það að nemendur læri að nýta þessa tækni og nýta þá styrkleika hennar en þá þurfa þeir að læra á takmarkanirnar. Þannig að mér finnst einhvern veginn sem við séum á svona paradigm shift eða það er einhvers konar svona umpólun í menntakerfinu sem að þetta er að valda vegna þess að þú ert að fá aðra grunnfærni sem að svona styður við allt hitt sem er þetta. Hvað segir þú þetta? Þetta er óbúslega áhugavert viðfangsefni. Ég hef nú talað um þetta nokkrum sinnum í gegnum tíðina og almennt bara menntun og gervigreindin sérstaklega á háskólastiginu. Þetta er ekki einfalt viðfangsefni en ef við horfum á þetta frá byrjum á því að horfa á þetta þeirra megin frá sem er að læra, nemendana í þesta skilningi. Þetta er tækni sem er og verður hluti af samfélaginu í framtíðinni. Þetta er tækni sem að verður notuð á vinnustofunum, hvar sem að nemendurnir enda á því að vinna, hvað segir í heilbrigðiskerfinu, í samgöngum, í tækniþróun, skiptir engu máli. Það er bara þetta verður hluti af því. Ef þú sért í skapandi greinum, þá verður tæknin hluti af því sem þú þarft að eiga við og getur nýttir til að gera ákveðna hluti. Þannig að við verðum að kenna á tæknina. Við verðum að leyfa fólki að nota tæknina sem hluta sín námi og þess að við verðum að kenna þeim hvernig þau líka að beita því sem þau læri í háskólum út í samfélaginu og það að nota því samhengi við þessu stóru mállíkun og þessa getu sem að gervitæknin kemur á borðinu. Það er bara hluta af því sem það er að læra. Það er auðvitað nýtt og við erum ennþá að fóta okkur nákvæmlega í hvernig við gerum þetta. Það er ekkert úr svipað því þegar við vorum að reyna að fóta okkur fyrst skipti frá því að fólk að skila ritgerðum á
tölvuformi í staðinn fyrir að vera með handskrifaðar og svo framvegis, eða velritaðar. Tekur smá tíma að fóta sig, en þetta verður að vera hluta því sem að nemendur læra. Þannig að gervigreindin, þar með talið stóru málvíkunnun, þarf að vera hluti af þeim tólum og tækjum sem við leyfum nemendum að nota. Og það er svona ég alfarið á móti því að háskólar leggi blátt bann við því að fólk noti chat eða eitthvað annað í sínu námi. Á sama tíma þurfum við að passa upp á það að fólk sé að læra það sem það var að læra. Og sérstaklega þegar kemur að sínum fagsviðum. Og þar háskólum treyst fyrir því að þegar að þeir senda fólk út í samfélagið með prófskírteini, þá eru háskólarnir að votta að þessi manneskja hafi ákveðna færni, ákveðna þekkingu, ákveðna getu til að beita henni, svona í samræmi við staðlana sem að gráðan gefur í skyn og svo framvegis. Þannig að það þýðir við, sem sagt, verkfræðingur verður raunverulega að vita hvernig að gera hluti í verkfræði. Ef einhver fer út og útskrifast sem tölvunarfræðingur með áherslu á forritun, þá verður að kunna forrita. Það er ekki nóg bara að geta kunna að kalla á chat til að láta forrita fyrir sig. Og spurningin hefur alltaf verið, svona skemmtilega spurningin í mínum hefur alltaf verið hvernig samræmir þetta tvennt, leyfa þeim að nota tæknina, en á sama tíma tryggja þau séu að læra eitthvað. Og lausnin í mínu huga hefur verið alltaf, meira segja ára tölvutækning kom til, eða gervigreindtækning kom til, að það eru samskipti. Það er bara það að eiga samtalið. Þannig að ein leið til að komast að því hvort að fólk notaði chat eða til að skrifa ritgerðina sína eða forrita lokaverkefni eða hvað nú er hreinlega að biðja útskýra ákveðna hluti. Hvaðan kom þetta? Hvers vegna komst að þessari niðurstöðu? Þessi milliniðurstaða hér á blaðsíðu 4, hún er ekki rökstudd af því sem kemur á undan. Getur útskýrt hvað þankagangurum var hjá þeim tíma. Saman með forritun, hvernig virkar þessi hluti? Akkur þetta kalla þessa rútínu hér. Það hefði getið gert þetta. Þegar fólk átt að segja því að þetta er samtalið, þá veit alveg að það mun þurfa að standa skil á þessu og það mun þurfa að læra raunverulega það sem það þarf að læra, en getur notað sér tæknina, þú getur lært á tæknina á sama tíma. Þannig að ég held að þetta sé algjörlega samrýmanlegt að það þarf að breyta svolítið því hvernig við vinnum í háskólum. Í þessu samhengi þá horfum við töluvert til kollega okkar í Álaborg sem að hafa í ár og áratugi haft hann hátt á að leggja áherslu á verkefnavinnu en ekki próf í háskólanáminu. Og það hefur sýnt sig að þessi aðferðafræði hjá þeim hefur skilað gríðarlega hæfum nemendum. Atvinnulífið er mjög ánægt með þessa nemendur sem kunna til verka og svo framvegis og það er margir fleiri háskólar sem að hafa farið í þessa átt líka. En eitt af því sem fylgdi þessu var að hættan var svo að fólk skilaði verkefnum sem það hefði ekki lagt til. Annarkvort höfðu samnemendur þeirra unnið alla vinnun og þau gerði ekki neitt sjálf og þannig að þetta var hlutur sem að háskólinn þarna þurfti að taka á og leiðin til að takla þetta var einmitt þessi að vera með munnleg samtöl viðfangsefnin, verkefnin og allt þetta og það sýndi sig að það þurfti ekkert ofsalega mikinn tíma, þurfti ekkert ofsalega mikið að grafa til að komast að því að einhver hafði skilað verkefni sem að þau höfðu lagt lítið sem ekkert til. Þannig þau höfðu þróað þessa lausn á þessum málum löngu áður en gervigreindin kemur til. Og við getum alveg sem háskólar, við þurfum bara aðeins að breyta verklæginu hjá okkur, við getum alveg látið það samrýmast að nemendur nýti sér tæknina eins og þau myndu gera í atvinnulífinu í framtíðinni, en á sama tíma tryggja að þau séu að læra raunverulegu viðfangsefnin sem að við berum ábyrgð því að kenna þeim áður útskrifaðum. Þannig að þetta er í mínum huga vel leysanlegt, en við þurfum öll aðeins að breytast. Þetta er það svona sem snýr að nemendunum og svo er nákvæmlega sami hlutur sem gildir okkur starfsfólki, sem er að gervigreindin getur hjálpað okkur heilmikið í okkar störfum sem starfsfólk háskóla, en við þurfum samt að standa skil á því sem við erum að gera.
við þurfum ennþá að tryggja það við höfum þekkingu, við þurfum ennþá að standa í rannsóknum sem raunverulega við eigum að gera alveg svo nemendur. Við megum nota tæknina en hún breytir því ekki fyrir grunnvinnan okkar og hver okkar ábyrgð. Þannig að það verða mikla breytingar í hvernig háskólar vinna næstu árin og áratugina. En það gerir ekki háskóla minna mikilvæga og það gerir ekki breytir ekki hver skylda háskólana, en það kemur heldur ekki veg fyrir að sétta nota gervigreind í hinum ýmsustu störfum innan háskólana, hvort það kennslu, rannsóknum, lærdómi eða öðru. Þessi nálgun er held ég eitthvað sem að háskólarnir þurfa einmitt að það þarf að horfa í einhvers konar svona kerfisbreytingu og þar sem ég hef talað bara áhættumat, hreinlega þekkingar. Við þurfum að vita hvar við þurfum að mæla vegna þess að við erum að útskrifa fólk sem á að hafa einhverja hæfni og færni og við þurfum að tryggja það að við mælum það rétt og þá kannski ákveðnir þættir sem við erum að gera í dag sem að verða þá óþarfir en aðrir þættir verða þá mjög mikilvægari og þarna held ég að því að ég fór til Bandaríkjanna og lærði þar bráðatæknanám eða paramedic nám í Massachusetts og var þarna á sjúkrabíl í New Bedford og á bráðamóttöku í Fall River sem eru nú ekki svona broddborgir Bandaríkjanna. Ég hef komið til New Bedford. Já, þetta ok. Komið þangað, þetta skemmtilegt svæði, þetta New England, Moby Dick svæðið. Já, en halda áfram fyrir ekki. Og þetta ofboðslega krefjandi nám og mikill bæði mikið fræðilegt og maður þarf að læra alls konar líffræði og anatómíu og lyfjafræði og sjúkdómafræði og áverka og alls konar og svo þarf maður að læra að framkvæma þetta með höndunum og síðan er stórt lokapróf og maður ægilega glaður að vera búin að þjálfa sig upp og að því að þú veist bæði það var einn kennari sem var kallaður The Velvet Hammer flauelshammarinn það var að því að hann var alveg grjótharður en einhvern veginn tókst að strjúka manni með flauelin á sama tíma og þetta flókið úrlausnarefni, þú fær flókið viðfangsefni sem þú þarft að leysa, þú fær erfiðan sjúklinga eða sjúklinga og þú þarft að leysa úr nokkrum svona þrautum og sýna fram á hæfni og svo maður ægilega stoltur og hafa komist í gegnum þetta, þá við sögðum við mann og ég gleymi þess aldrei þeir sögðu já nú ertu búin að ná prófinu, veistu af hverju við erum að prófa þig? Ég sagði, þeir eru bara að kanna hvað ég góður. Nei, við erum bara að kanna hvort þú sért hættulegur. Og þetta einhvern veginn hefur svona pínu fyllt mér að hvernig við tryggjum það að við getum staðið frammi fyrir þeirri færni og hæfni sem ætlast til á okkur og þetta var einfalt fannst mér þegar maður var að tala við sjúkraflutningafólk og slökkviliðsmenn að þú varst svo nakin frammi fyrir getunniðinni í neyðar ástandi og það kannski líka tengist inn á það sem þú upplifir hjá NASA sem er svona háþrýstingsaðstæður, svona high pressure situation og þú þarft að geta tekið ákvarðanir og brugðist við og lesið umhverfið þitt á miklum hraða og þá þarft að hafa svo mikla þekkingu og færni í því sem þú þarft að gera að þú hefur ekki tíma til að spyrja gervigreind eða eitthvað þá verður að geta performað en þú getur nýtt það í öllu sem byggist upp að því en svo þegar kemur að showtime þá eins gott að standir frammi fyrir eigin þekkingu og það held ég mitt að maður hefur séð eins og í iðnnámi þá eru nemendur með svona færnibók sem að fylgir þeim og þau merki box og við vorum með þannig líka við að setja upp 100 nálar og gefa eitthvað magna lyfjum og eitthvað svona, það var svona ferill sem að fylgdi manni þannig að þegar maður er búinn að ganga í gegnum það allt saman að þá að maður geta staðið frammi fyrir þessari próftökunefnd og sýnt sig og sannað. Og
Og ég einhvern veginn svona held að eitthvað svona kerfi sé eitthvað sem háskólarnir þurfa að horfa til vegna þess að alveg eins og þú segir að náttúrulega hlutverk háskólana að stærstur hluta að undirbúa fólk fyrir þáttöku í atvinnulífi og þá þarf það að vera öðlast hæfni og færni sem að skipti máli fyrir atvinnulífið og það var mjög áhugavert að hlusta á TED fyrirlesturinn þinn fyrir 13 árum síðan held ég að hafi verið að þau tala sko tæknin þarf fólk og fólk þarf tækni og það ekkert að fara að breytast en það bara kannski breytist hæfnin og færnin sem að þarf til og þá spurningin hversu hratt geta skólarnir aðlaga sig og íslensku skólarnir eru kannski í nokkuð svona áhugaverði stöðu upp á smæðina því að það er náttúrulega engin stór skóli í stóra samhenginu á Íslandi en aftur á móti eru tækifærin held ég að ef þeir aðlagast hratt og eru hugrækir svolítið að þá er alltaf rosalega tækifæri í frumkvöðlastarfsemi og nýsköpun sem er kannski svona ef þú mátt vera að því að taka aðeins smá snúning á því vegna þess eins og hérna á Akureyri þá er komið samstarf við Drift komið hérna svona frumkvöðlasetur sem er virkilega metnaðarfullt verkefni og þetta er svona svæði sem að kannski er ekki þekkt fyrir mikla nýsköpun eða frumkvöðlastarfsemi það svona byrjar stundum en svo verðist það dragast svolítið til Reykjavíkur og síðan erlendis. Já, einmitt. En þetta er náttúrulega glundroði og það eru tækifæri í glundroðunum. Það eru alveg ótrúlega tækifæri og mörgu að taka hérna og það eru ef við bara hérna stígum bara beint inn í nýsköpunina og tækifærin þar og háskólar tökum hlutverk háskólana aftur það er bara einmitt þetta að útskrifa fólk sem er tilbúið í atvinnulífi og í atvinnulífi þá að sjálfsögðu í víðustu merkingu þess orð þar með talið öll þjónusta sem að ríkið og samfélagi veitir heilbrigðisþjónusta, kennsla og löggæsla og allt þar á milli. Það er allt þar undir. Og háskólarnir einmitt eru að það er þeirra að útskrifa fólk sem er best hæft til að hefur það sem þarf til að geta gert sinnt sínum störfum sem allra best með sínu sérhæfingu og svo framvegis. En auðvitað á sama tíma að vera tilbúin til að takast á við allavega svona nálægustu framtíð í því sem er að fara að gerast og þess vegna þurfa háskólar að vera á tánum þegar það kemur að því hvað er að gerast bæði að þeir bara þekkinguna sjálfa en líka með tólum og tækin sem verða að kenna á og kannski ekki síður og þetta er svolítið erfiðar að festa hönd á þessu en að kenna fólki að læra líka þannig að það geti haldið áfram að læra í gegnum sinn feril í atvinnulífinu þau tól og tæki sem að hjúkrunarfræðingur er að nota í dag er ekkert sömu tólun og tækin voru fyrir 30 árum. Það breytist og fólk þarf að vera undirbúin til það að læra á ný tæki, læra nýja ferla. Það skiptir ekki máli hvað það er í samfélaginu það að gera það. En ef maður setur svona punkti fyrir aftan þennan hluta varðandi nemenduna þá er líka umhverfi sem háskólar skapa og það er þessi drifkraftur sem að háskólar geta verið með til að styðja við nýsköpun, til að styðja við frumkvöðlahugsun, til að styðja við framfæri. Hann á það til að gleymast svolítið þegar bara verið að tala um nemendur og verið að telja breyttareiningar í skólakerfinu og telja útskrifaða nemendur og svo framvegis. En bara háskólar hafa svo óbóðslega stórt samfélagslegt hlutverk. Og þetta er eitt af því, er einmitt að vera vettvangurinn þar sem að verið að hvetja til þess að skoða nýja tækni, skoða nýja tækifæri, sjá hvað er hægt að gera með þau og þar með talið í nýsköpun og svo framvegis. Ef við bíðum aðeins með að horfa á svona staðsetningu nýsköpunar og hvernig við getum tryggt það að nýsköpun
svona skjóti rótum á fleiri stöðum heldur en bara í Kísildalnum til dæmis, því að þetta færist annars frá Akureyri til höfuðborgarinnar, til London og þaðan til Kísildalsins, þar sem þetta verður allt í eigu einhverja Kísildals sjóða. Ef við geymum það aðeins og horfum bara á hvaða tækifæri eru í nýsköpun núna, það eru þetta á svona tveimur sviðum. Annars vegar, og ég hef nú lagt áherslu í samtölum við fólk í ábyrgðarstöðum samfélaga, bæði hérna heima og erlendis, að það verður að leggja áherslu á það að samfélagið hafi getuna til að vera líka þátttakandi í þróun, grunntækninnar. Þannig að við þurfum að hafa hérna á Íslandi sérfræðinga í því að þróa gervigreindartæknina, í því að þróa tölvuöryggi, í því að þróa líftækni lausnir eins og við höfum í dag og svo framvegis. Þannig að við getum ekki gefið eftir að við séum ekki í fremsta flokki eða þróun jarðvarmavirkja eða hvaða nú er. Við verðum að vera með nógu mikið af fólki þar fremst í flokki til að við séum leiðandi í ákveðnum hlutum. Annars verðum við bara kaupendur og annarra mann tækni. En það oft svona dýpri í nýsköpun. Það oft það sem að rannsóknir í háskólum og svona dýpri rannsóknir í stofnunum og stórum fyrirtækjum eru að keyra hluti áfram. Það sem að tæknin í dag gera okkur kleift að gera, og það ekki bara við gervigreindartæknina og tölvutæknina og samskiptatæknina, heldur bara, það svo óbúslega mikið af tólum og tækningum, þess að það þrívíddarprentun eða hvort það í því að geta bara hannað og látið smíða fyrir sig einhvers staðar í heiminum, alls konar græjur. Það ekki því til fyrirstöðu að þróa fyrirtæki sem eru að framleiða einhvers staðar hugbúnað, vélbúnað eða alls konar lausnir eða ferðalausnir eða bækur eða kennsluefni eða hvað nú er, hvar sem í heiminum. Þetta held ég sé þróun sem við munum sjá á næstu árum, verða ennþá ákveðnari í að það hættir að skipta svo miklu máli hvar nýsköpun á sér stað. Það verður þá auðveldara fyrir hann að halda rótum þar sem hún sprettur upp. Við erum þegar farin að sjá þetta. Kísildalur ekki lengur neitt einhver hérna með eitthvað einkaleyfi á hlutum í Bandaríkjunum. Það eru aðri staðir þar sem bara gerast fullt á óbúslega spennandi hlutum. Við erum að sjá þetta hérna víðsvegar í Evrópu að það eru Stokkólmur ekki lengur með einkaleyfi á því að vera með hérna einhyrninga í Svíþjóð eins og virtist vera á tímabili. Nei. og svo framvegis. Við erum að sjá að það eru tækifæri fyrir nýsköpun á miklu dreifðara heldur en var. Það samskiptatæknin, það auðveldara að ná í þekkingu, það auðveldara að vinna með fólki án þess að þurfa að vera einhvers staðar í einhverju ringiðu eins og í gamla daga var. Þannig að það þarf samt, það sem ég tel samt að hjálpa óslega mikið til að búa til svona samt ákveði kjarnasamfélag með kring og þar aftur komið tilbaka í háskólana, að vera þessi svona uppspretta krafts og orku og hvetjandi til þess að fólk stökkvi á tækifærin til að þau hlaupi með það og láti reyna á nýsköpunina og frumkvöðla hugsunina í sínu næst samfélagi. Þetta einmitt eitt af því sem við gerum í Erdos þegar við erum með förum gegn svona vinnuferil í verkefnum að þá búum við til notendasögur. Og ég bjóði mitt til svona notendasögur af háskólanemum og akkurat það passar held ég vel við það sem við vorum að tala er að hvaða væntingar hefur nemandi sem kemur inn í háskóla. Hann hefur þetta, þetta svona almennur nemandi, þetta einhver svona nemandi, hann örugglega ekki tölfræðilega til, en hann hefur væntingar að hann sé að koma inn í einhvers konar samfélag sem muni efla hann og hann muni fá að glíma við áskoranir og hann fái líka að læra nýja tækni og þróa nýja færni og eitthvað, þetta sé ekki bara status quo sem að hann kemur inn í og það mitt þessi drifkraftur og svona samlegar áhrif við atvinnulífið en líka að eins og í náminu lágkóða gagnavísindunum að þá sögðu það voru bara stórfyrirtækin, risafyrirtækin sem áttu efna á því að vera að keyra upp vélnámslíkön og notaða gervigreindartækni vegna þess að þú þurftir 100 verkfræðinga
og kunnahópurinn þeirra eru 6 milljarðar. Þeir hugsa alltaf út frá bara öllum heiminum, það kunnahópurinn. En ef þú ætlar að vera í einhverju nýsköpun og þróun, ef að það ekki eitthvað sem bara algjörlega staðbundið og byggir á þá nákvæmum lokal þáttum, að þá náttúrulega allt í lagi bara að hugsa að við viljum bara reyna að hafa heiminn sem kunnahópinn, sko. Við getum selt þetta hvar sem er. Þannig algjörlega, og við tökum bara svona eitt dæmi, þetta orðið gamalt dæmi, en ég hef alltaf gaman að því. Tölvuleikjaiðnaðurinn, það orðið svo langt síðan að tölvuleikjaiðnaðurinn var miklu stærri heldur en allir bíómyndaiðnaðurinn í heiminum. Samt finnst okkur einhvern veginn eins og sérstaklega við sem ólust upp með það að fara í bíó. Okkur finnst það rosalega stór og mikill iðnaður. Tölvuleikir og afþreying tengt því, þetta orðið svo gríðarlega stór iðnaður í heiminum. Það enginn að spyrja hvar neitt sem vinnur að þessu. Það engin hugmynd í flestum tilfellum hvar fólki var sem að dattið sig leikur í hug, þróaðan, smíðaðan, hannaði grafíkin í honum eða tónlistina eða hvað nú þetta getur gerst hvar sem og það að gerst hvar sem og þetta sama gildir óbúslega mikið nýsköpun sem á þessu upplýsingatæknisviði, nýta gervigreindina, sérhæfð framleiðsla upp að vissu marki og síðan ekki síðast en ekki síst það sem að við höfum alltaf haft mikið daglæti á Íslandi eru skapandi grein. Þetta eru allt hlutir sem að eru svo lítið staðbundnir. Þannig að það má gera á hvað sem og það má hugsa allan heiminn sem kunnahópur. Já, eins og þú segir. Ég held að það sé mitt svona góð hvatning en svo náttúrulega svona þegar maður að því að eins og við höfum rætt að þá felast í þessu margar áskoranir, þessum öru tæknibreytingum, en við virðist hafa vera sammála það að það ákveðið svona kjarnagildi eins og til dæmis í háskólanámi og vísindum sem eru þá bara þessi svona grunnprinsip, heiðarleiki og vísindalega aðferð og annað sem að breytist ekki þó að verkfærin þróist, af því það bara ákveðið svona ríkar hefðir og miklar ástæður fyrir því að við gerum hlutin eins og eru gerðir, en með þessari tækni þá getum við tekist á við flóknari vandamál og áskoranir og lyfta okkur að hugsa stærra og ein áskoran sem ég sé fyrir mér að verði svolítið stór er að finna verðug verkefni vegna þess að ef þú getur leyst það bara með 1-2 promptum og þegar þú komið með þessi þessa erindrekaða agentic system að þú maður allt í einu fljótur að þú getur breytt hugmynd í eitthvað annað á mjög stuttum tíma. Þannig að þú ert að finna nógu stóra hugmynd og hugsa út fyrir kassan, en þetta hins vegar ég held að svona án þess að því ég held að það sé alveg rétt hjá þér, ég er búin að velta þér svolítið fyrir mér núna að þetta sé alveg rétt með að við munum geta tekist á við tæknina þegar hún verður sýnilegri. Hún náttúrulega ennþá pínur svona á jaðrinum og ennþá í þessu stafræna skýi svolítið, þannig að það svona erfitt að ætla að fara að takast á við það, en þegar við förum að sjá þetta kannski beinna þá verður það auðveldara og líka held ég þegar við fyrir að sjá virkilega framfarir á sviðum vísinda sem þegar þetta hefur verið hluti af ferlinu og þá kannski fara þeir sem að stunda rannsóknir á ákveðnum sviðum að sjá fyrirmyndir og setja sína nálgun á þetta, en það verður náttúrulega kannski, það svona stefnir líka í að það verður geti orðið viðtakar áskoranir, bara svona samfélagslegar áskoranir sem fylgja þessari tækni, þó að það sé ómögulegt að spá fyrir framtíðina, þá náttúrulega hefur svona í sögulegu samhengi þegar hafa orðið svona paradigm breytingar, iðnbyltingin og eitthvað, að þá hafa horfið ákveðin störf og ný störf komið og þá spurningin svona að maður þarf allavega að hafa það inn á bakvið eyrað að miðla því á meðan það ríður yfir. Já, algjörlega. Og ég meina það er ekki nokkur spurning að við erum í miðri 4. iðnbyltingunni. Það er þessi tækni og skildtækni, líftækni á fleiri stöðum
að gerbreyta svo mörgu sem við fást við að þetta innbylting raunveruleg. Það sem við erum sjá svipaða hluti eins og hefur í fyrir innbyltingum. Það sem að störf breytast, störf hverfa, ný störf verður til í staðinn. Eitt af því áhugaverð þegar maður horfir á innbyltingarnar, þrátt fyrir öll fögur fyrirheit, það hafa allar 3 innbyltingarnar sem hafa orðið hingað til hafa fjölgað störfum heilt yfir. Eins ótrúlega það var að þegar að fyrsta innbyltingin verður, þegar að vélar átt að taka við af öllu mögulegu, fólk hætti að gera það með handafli. Eitt af því fyrsta sem gerist í kjölfari var að það var sárskortur á vinnuafli í nýju verksmiðjunum. Leitið til aðskilur og mannréttindabrota á sínum tíma, en það vantaði vinnuafl. Það var það sem gerist á. Og sama með þegar að verksmiðju og rafmagnstekník kemur, bylting 2, það fjölgaði bara störfum. Og svo þetta tölvutæknin, það var hann besta, þegar tölvutæknin átti að leysa allt mannfólkið á hólmi þegar tölvunar eru til. Það har aldrei verið fleiri störf heldur en eftir það. Og ég held að við munum sjá það sama með þessari byltingu, að það mun ekki fækka störfum, þeim mun fjölga, en þeim mun breytast, þeim mun snarbreytast. Og það að sigla í gegnum þetta tímabil það eru áskoranir í því, það ekki nokkuð spurning. Bestu vopnin til að hafa, til að takast á við þær áskoranir eru góð menntun, skilningur á því sem að gerast, sveigjanleiki til að geta hreyft sig eða samfélagið hratt og aðlagast nýjum aðstæðum. Og þar verðum að segja eins og að svona minni samfélagi eins og við á Íslandi, við höfum að vissu leyti ákveðið samkeppnisforskot í því að geta aðlaga okkur nýtt tækifæri hraðar. Og við verðum að gera það til að sigla í gegnum þetta. Við verðum að vera tilbúin til að breyta hlutum og leyfa nýrri tækni og leyfa nýjum tækifærum að koma inn og takast á við það þegar að sum störf hverfið að breytast. En á sama tíma, bara ef við förum tilbaka og lokum hringnum með NASA-kerfinu frá Apollo-dögunum, við þurfum samt á sama tíma líka að þróa kerfi á Íslandi, að það sé tilbúið sem samfélag til að takast á við það sem að gerist á þeim tíma og við missum ekki stjórnina. Við megum ekki missa stjórnina á því að bara ákveðin hópur geti nýtt sér tækifærin og aðrir falli milli skips og bryggju. Samfélagi verður að vera tilbúið til að brúa þarna á milli. Það geta komið tímabil þar sem að störfum fækka tímabundið. Samfélagi þarf að vera sammála það að við munum styðja við þá sem þarf á milli með því að tryggja þeim lífsviðurværi og þá menntun og þá uppfærslu þekkingar sem þarf og svo framvegis. En svo fremur sem við getum aðlagað stýrikerfið okkar í samfélaginu að því að feta þessa nýju línu á milli og mikillar áhættu í að gleypa tæknina versus það að halda öllu kjörru og lenda á eftir. Og þá held ég okkur mun takast mjög vel til í því að sigla í gegnum þessa byltingu. En það mun krefjast samstöðu, það mun krefjast breytinga, það mun krefjast aðlögunarhæfni. En eins og svo ofta áður þá það líka tækifæri að gera nýja hluti, gera heiminn betri, gera lífin okkar betri og svo framvegis. Og svona eitt af því sem að mig langar svo óbóðslega mikið að sjá að verði niðurstaðan og það ekki alls ekki gefið, við getum stýrt í þá áttina, að með þessu tækni, með þessu sjálfvirkni og öllu þessu sem hægt að gera, finnum við leið til þess að við mannfólkið höldum okkur við það að gera það sem við erum virkilega góð í, sem þessi tilfinningagreind, það eru samskiptin, það eru skapandi þátturinn, það þetta að hugsa út fyrir kassan og gera nýja hluti, leifum gervigreindinni að gera allt þetta endurtekna efni. Það sem verður að gera aftur og aftur og aftur og aftur. Já, og ég held við getum haldið áfram í allan dag, en mér finnst þessi loka orðþjóðar eiginlega bara, eða þessi síðasta setning sem þú varst að fara yfir og hvernig þú nýttir þetta allt saman. Ég held að þetta sé bara eiginlega
varla hægt að sko loka þættinu með betri samantekt vegna þess að þetta passar akkurat við þá vegferð sem ég hef verið að reyna að vera á að eins og þessi þáttur kallast að temja tæknina, þetta var eitthvað svona slókan sem við datt í hug en hefur einhvern veginn svona pínu vaxið og vil að fólk hafi skoðun á þessu og kynni sér þetta og einmitt vegna þess að við erum að horfa fram á þetta að fólk mun þurfa aðlögunarhæfni og eins og þú fórst svona vel yfir og ég held að þessi bara þetta verður bara skildu hlustun held ég fyrir þá sem að ætla að halda áfram að spá í þessum málum vegna þess að þetta kannski að varpar pínu ljósi á umfang breytingana og þá kannski fáir betri heldur en þú að geta gert það og ég held að þetta hafi verið bara svona meistaraleg samantekt þarna í lokin að því við erum búin að fara yfir vítt svið og er eitthvað svona sem að þið langar að hnýta út með? Nei, heldur sér bara búin að klára hnýta saman lausa enda og reyna að koma þessu eins skilmerkilega til skila eins og hægt á þessum tímapunkti. Þetta eru auðvitað hlutur sem eru stöður í þróun, þannig að við hefum ekki hægt að tala um þetta. Nei. En við höldum áfram að tala um þetta, við höldum áfram að skilja þetta betur, við höldum áfram að finna leiðir til að nýta okkur til hagsbóta og við höldum alltaf áfram að læra. Algjörlega. Never stop learning, var það ekki í ræðu Krans? Jú. Þetta alveg bara frábær og Ari það bara voru gríðalegur heiður að fá því í þáttinn og bara maður áttur að pakka, maður áttur að hlusta á þetta og pakka þetta, taka utan á pökkunum sko, af því það svo margir viskumólar sem hafa dottið þarna inn á milli og bara takk kærlega og við verðum 7. mars á ráðstefnu á Akureyri sem heitir mannleg viska eða stafrænt innsæi eða mannleg viska, já. Og þar ætlum við að halda áfram þessu samtali og ég hlakka bara mikið til. Sömuleiðis, takk fyrir mig í dag og hlakka til ráðstefnunar 7. mars. Takk.